Kærar þakkir fyrir boðið að koma hingað og fyrir þessa kynningu. Ég ætla að vinda mér bara beint í efnið og ekki hafa neitt formála þar að. Vestrænn gyðing kristinn hugmyndaheimur sá sögulegi og menningarlegi rammi sem umlykur okkur öll í þessu samfélagi, hversu mikið eða lítið sem einstaklingar nú eru sér meðvitaðir það. Í erindi mínu í dag ætla ég að benda á hvernig þessi allt lykjandi rammi, sem að sjálfsögðu í stöðugri þróun og mótun, hefur haft og heldur áfram að hafa áhrif á hugsanir okkar og tilfinningar tengdar kynlífi og skömm. Þetta tvennt, kynlíf og skömm, nátengt í menningu okkar og markmiðið í þessu erindi að sýna fram á hvernig það hefur orðið svo og jafnframt að benda á hvað það sem við þurfum að losa okkur undan í því samhengi. Ég byrja á því að tala skömmina. Hvað skömm og hvers eðlis hún? Í Nýja og Gamla testamentinu, það að segja í Biblíunni, þráfaldlega vísað til svívirðu og skammar. Að flýja af hólmi með skömm eða hverfa aftur með skömm orðalag sem víða má finna, og önnur tilvísun til skammar í Gamla testamentinu að bera skömm vegna syndar eða afbrots eða að náungi manns hafi gert manni minnkun og fyrir það ber maður skömm. Skömm tengist lítillækkun og þeirri upplifun að vera lítils virði. Í Nýja testamentinu meðal annars vísað til skammar með því að tala svívirðu, ekki síst með tilvísun til líkamans, hins líkamlega og kynlífsins. Og mætti taka mörg dæmi þetta, en hér verður það ekki gert, heldur látið nægja að undirstrika að skömm og skammartilfinningar koma víða fyrir í þessu fornariti Biblíunni. Og þær ályktanir sem má draga af þeim hinn biblíulega skilning á skömm þær að skömm tilfinning sem verður til þegar manneskja upplifir vanvirðu, andlega eða sálarlega. Sú vanvirða getur stafað af eigin misgjörð eða einhvers þess sem maður treystir og hefur þau áhrif að viðkomandi missir sálarró, eins og það oft orðað, að missa sálarró, sem kemur úr stóuspekinni, þar sem að sálarróin, ataraxía, það ástand sem hið æskilegasta. Stundum birtist skömm persónulega á hinu persónulega sviði, en oftar en ekki hún í hinu opinbera rými og þar hún þá upplifun á auðmýkingu og sem felur í sér samfélagslega lægingu eða minnkun. Að synda gegn Guði felur undantekningarlaust í sér skömm í biblíulegu samhengi. Þá skömm ófrávíkjanlegur hluti dóms Guðs yfir syndinni. Að skamma sín ekki vegna synda sinna rangt. Þannig það eðlileg og rétt viðbrögð Adams og Evu eftir að þau hafa etið af trénu sem drottinn bannaði þeim að snerta, að skammast sín. Og hvernig því lýst í fyrstu Mósebók? Jú, þau földu sig milli trjánna í aldingarðinum, stendur þar. Þau sáu nekt sína og gerðu sér mittisskýlur úr fíkjuviðarblöðum og földu sig. Að skamma sín fyrir ranga breytni rétt, að skamma sín hins vegar fyrir sjálfan sig og það sem maður hefur ekki átt aðild að rangt. Og ég ætla að láta þessi örstuttu brot nægja sem dæmi hversu skömmin ríkur þáttur í hugmyndaheimi höfunda hinna biblíulegu rita. Þá ætla ég að flytja mig aðeins áfram í sögunni og inn í hugsun fornaldar og áfram. Aristóteles skilgreinir skömm sem kennd eða tilfinningu sársauka eða kvíða sem tengist misgjörð í fortíð, nútíð eða framtíð og virðist líkleg
til að leiða til vanvirðingar. Hann álítur að skammartilfinning magnist gagnvart þeim sem maður ber virðingu fyrir, þeim sem standa manni næst og fylgjast með manni. Tómas frá Aquino, sem var uppi á miðöldum og byggði mjög á ritum Aristótelesar í siðfræðilegum útleggingum sínum mannin og manneðlið, kemur inn á óttann í umfjöllun sinni skömmina. Hann telur að skömmin sé kvíði fyrir framtíðinni. Kvíði og ótti framtíðar ásakanir, framtíðar hneisu og framtíðar álösun. Og Tómas sammála Aristótelesi að þeir sem skammi sín óttist vanvirðingu annara. Að missa virðingu annara það sem skömmin snýst Og þriðji heimspekingurinn, og þá erum við komin fram á nýja tíman, Benedikt Spinoza. Hann má nefna hér í þessu samhengi og hann fer mjög tróðnar slóðir í stuttri en snarpri umfjöllun sinni skammartilfinninguna. Og það hugtak sem hann notar til að lýsa inntaki skammartilfinningarinnar tristissia á latínu, sem þýða má sem trega, hryggð eða eftirsjá. Mér hugnast best í raun og veru eftirsjá. Skömm eftirsjá, heldur hann fram. Hún samofin hugsun gjörð sem við gerum okkur í hugarlund að fólk telji ámælisverða. Nú Spinoza skiptir skömm í tvennt. Hann skiptir henni upp í blygðunarsemi og eiginlega skömm. Blygðunartilfinningin óttinn að skömmin verði að veruleika. Kvíði fyrir hugsanlegri skömm. En eiginleg skömm, hún raunveruleg hryggð. Þetta merkir þá að eiginleg skömm djúpstæð hryggðartilfinning á meðan að blygðunartilfinningin kvíði mögulegan vanheiður í framtíðinni og má því skoða sem eins konar hugleiðingu framtíðarhryggð. Nú mannskilningur þessara þriggja heimspekinga og túlkun þeirra á eðli og inntaki skammartilfinningarinnar margt mjög lík. Skömmin sem slík í þeirra umfjöllun hvorki góð né slæm. Það ekki það sem þeir leggja áherslu á, heldur eðlileg kennd hjá manninum sem vaknar í ákveðnum aðstæðum. Og þær aðstæður sem vekja skömm hafa með breytni að gera, misgjörð sem vekur ugg og ótta framtíðina. Með örlítið mismunandi orðalagi og áherslum þá segja þeir, Aristóteles, Tómas og Spinoza, að inntak skammarinnar sé kvíði, ótti eða eftirsjá og varði hugsanlega vanvirðingu í framtíðinni. Þá skulum við láta þessi þekkingabrot nægja að sinni úr hugmyndarheimi heimspekinnar og líta okkur nær í tíma og beina sjónum að orðfæri nútíma fólks skömmina.